Guðrún, takk fyrir að leyfa að velta með þér hérna hvað, við erum á 7. holu. Jáp. Er það ekki rétt? Þetta þinn heimavöllur, eða ekki? Þú ert Keilis. Jú, ég hef alist upp hérna. Já. En það ekki beint hægt að segja þið sem að eru uppalinn í Keili að þið séu eitthvað að njóta mikið heimavallarins. Þetta er dálítið mikið breyttur völlur frá því sem var, eða ekki? Jú, algjörlega, en ég meina fyrr en ég er svo sem sömu og þeir hafa alltaf verið, allavega í minni tíð. En það er náttúrulega búið að breyta helling hérna seinni nýju. En svo náttúrulega spila ég aðalega úti, þannig að svona seinustu ár hefur maður kannski ekki verið mikið hérna. En alltaf eitthvað. Já, en eins og Úlfar, ég talaði við Úlfar í gær, ein frá því að hann byrjaði, það er ein hola. Já, einmitt. Nákvæmlega, þannig að þetta er búið að breytast helling bara á seinustu árum, sko. En hvernig fer þessi dagur á stað hjá þér? Bara svona frekar hægt. En ég meina, þú veist, nóg eftir, þannig að... Já, þú ert ekkert að stressa þig, þú veist, ert að slá vel? Já, ég er bara ég var aðeins búin að vera stutt í púttunum, þannig ég þarf að vera aðeins ákveðnar í púttunum. En þetta er líka bara krefjandi aðstæður, það er vindur og... Já, en er ekki minni vindur í dag en í gær? Jú, en það er aðeins hlýrra sem er frekar gott. Það var svolítið kalt í gær. Sólin, hlýja manni aðeins. Já. Og eins og ég ken nú svo oft inn og í þessum viðtölum mínum, þú veist, það sem að þið sem eruð að keppa á Íslandsmóti hafið ekkert síst umfram okkur hinna, áhugamennina. Þið eru svo miklu betri í haustum. En svo núna þú ekkert að pæla í einu nefnum bara þínu golfi. Þú ert ekkert að pæla í hvað Hulda er að gera með grunan. Nei, maður verður náttúrulega bara að hugsa svolítið sjálfan sig og ég meina, þú veist, þetta er dagur 3 af 4, sko, þannig að það er alveg hellingsgolf eftir. Já, það er ekkert fyrir bara loka degi sem þú þarft virkilega að fara að pæla í einhverju kannski öðru en bara þínu golfi. Já, en þú svo sem getur alltaf bara stjórna því sem þú ert að gera, þannig að það er svo sem lítið sem ég get gert hvað Hulda er að gera, Ragga er að gera, en þannig að jú, það er róar hausinn að svolítið að reyna að fókusa bara sjálfan sig. Þú dræfið hér eða eitthvað? Já. Var þetta bara nánast nákvæmlega eins og ætlaðir eða? Herra, þetta var mjög lélegt högg en það endaði á staðnum þar sem ég vildi vera. Það er gott að lélega höggið er. Já, niðurstaðan var góð. Þannig að ertu ekki bara með opnun? Jú, það er bara grænt ljós sem fara hérna. Og annað í spilunum en að bara láta vaða? Nei, bara alls ekki, sko, bara... Meðvindur og... Já, bara... Það er bara grænt. Síðast ég labbaði með keppanda af þínu kyni, ég var nú með þér í Holli í gær, eða ekki? Já. Það kom Bördi þá, hefur segja. Ekki vona að koma Bördi líka núna. Vonandi. Ég fæ spjalla við eftir þetta högg. Já. Guðrún, ég var svo sem að mynda því í högginu. Hvernig leist þér á annað höggi? Já, þetta var bara fínt. Ég fór aðeins til hægri aðeins meira til hægri en ég ætlaði mér, en ég er bara á besta stað. Og, ertu ekki inn á gríni? Bara þarna við grín? Mér sýnist ég sé bara í grínkanti. Í sundunni bara? Já. En mér langar að spyrja þú út í, þú ert alltaf með kilvu kaddi, er það ekki kilvusinn? Já. Ekki alltaf, en þegar ég get þá er ég með... Og þetta er nokkuð þekktur kilvingur. Já. Hvað, þinn kærasti, eða hvað? Hann er þjálfarinn minn. Þjálfarinn? Er hann, hvort ykkar er betri í golfi? Þetta er góð spurning. Stórt er spurt. En hann er þjálfarinn Kilvusveinn og þú veist, ertu að nánast öll högg sem þú ert að ráðfæra þig við hann? Já, við bara spjallum saman og svona, tökum ákvörðun saman hvað við ætlum að gera. Og væntanlega munar dálítið mikið um það, er það ekki? Já, það munar alltaf að hafa eitthvað auka bara svona, Og ekki verra, hann sé bara mjög góður kilvingur, væntanlega, þannig að... Já, ég meina, það er gott að hafa eitthvað sem að treystir að segja manni rétt. Já. Kannski rétt ára við komum smá spjall eftir. Pabbiðinn er náttúrulega, þekktur kilvingur. Hvað vann hann oft? Einu sinni, tvisvar? 4 sinnum. 4 sinnum? Móðgun er þetta, já.
Er hann ekki að fylgjast með stelpunni? Jú, ég held hann sé ekki staðar þarna upp á hól. Já, verður ekki að fara að setja upp einvígi þar sem að gamlir Íslandsmeistarar og tíma upp með sínu barni. Já, það Bara væri Texas, skemmtilegt. er það ekki? Það væri mjög skemmtilegt. Ég ekki truflaði lengur. Kláraði allavega börnið, annars verður sveiktur. Já, takk. Guðrún, það heyrist í raun á upptökinni því ég myndaði puttið þitt. Bara, ég var mjög svekktur og skildir ekki setja þetta. Ég sá fyrir mig að ég væri að fara að verða einhver Lucky Charm, alltaf börn í. Já, þetta er ekki frekar svona, það var ekki frekar svekktur að labba ekki í burtu með börn í að rúf. Það er ekkert að spyrja því einu. Komin í gott færi. Komin í gott færi. Já. En er þetta dálítið sagan í dag? Þú veist, Putin bara vantar aðeins upp á Putin-detti. Já, vantar bara aðeins svona meira ákveðni í Putinu til. Og hvað gerir maður þá til þess að snúa því við? Bara hægt að stilla á... Já, bara núllstilla sig aðeins og... Núllstilla og bara halda áfram og... Já. Ekkert að dvelja við þetta neitt. Nei. Alls ekki. Herru, þá bara þakka ég kærlega fyrir að fóra alltaf með þér og gangi allt í haginn í dag. Takk sömuleiðis.